Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Komið sæl aftur og velkomin að Rauða borðinu. Ég heiti Marja Lilja og við ætlum að ræða flóttafólk að þessu sinni. Það auðvitað af nægu að taka. Þetta svona heit kartafla sem að flokkar og fólk eru að kasta á milli sín og það eru alls skipta skoðanir á hvaða leiðir eru bestar á hér að opna landamæri, á að loka þeim hreinlega og þar fram eftir götunum. Hingað komin Fita Abolite og Vilhjálmur Árnason, Þorbjörg Þorvaldsdóttir og Saga Kjartansdóttir. Verið velkomin. Takk fyrir. Takk. Ég ætla kannski að fá að byrja á þér, Tobba. Ég las svo magna greina pistil eftir þig sem birt var á Vísi í síðustu viku. Þar sem að þú varst að tala mikilvægi fjölskyldusameininga og þetta er svona eitt af þessum svona grunnstoðum flóttamannakerfisins einmitt að frelsi til þess að hafa samfélagið sitt og fjölskylduna sína nærri. Akkurat. Og að þínum mati hefur þetta svolítið svona, dottið upp fyrir og... Já, það kom mér bara rosalega óvart þegar ég heyrði af því að ríkisstjórnin hefði ekki framlengt samning sinn við IOM, sem er alþjóðlega fólksflutningastofnunin. Hann rann út núna 31. mars. Og verandi úr sveitastjórn, þá finnst mér að skipta svo rosalega miklu máli að við höfum í raun og veru öll þau tæki til þess að hjálpa fólki að bara koma undir sér fótum í samfélagunum okkar. Og eitt af því að hafa aðgang að fjölskyldusameiningum og þarna í raun og veru verið að binda hendur starfsfólk okkar. Þau hafa ekki sömu tækifærin til þess að koma á þessum fjölskyldusameiningum og það bara finnst mér ekki gott og mér finnst heldur ekki gott einhvern veginn að það virðist engin umræða hafi farið fram þetta. Þetta kemur ekki einu sinni fram í fundagerð ríkisstjórnarinnar frá 14. mars. En samt vísað í fund ríkisstjórnarinnar 14. mars í tölvupósti til sveitarfélaga. Þannig að ég átta mig ekki á umræðuleysinu og mér finnst þetta vanhugsuð ákvörðun og ég held að svona almennt þá bitnar aukin harka í málefnum flóttafólks auðvitað á fólkinu sjálfu en ekki síður á samfélaginu sem að síðan taka við þeim. Og þar finnst mér skipta máli að við sem erum á sveitarstjórnarstiginu segjum eitthvað. Þetta hefur ekki góðar afleiðingar. Lásuðu þið pistilinn Tóbi? Ég las það ekki, en ég er búin að akkurat var að kynna mér máli í gær og að samningin við barnafélagsmálaráðherrann út og það var ekki endurnýjað og ég var einmitt að tala við Rauða krossin í gær og þá fekk ég að heyra 4 börn. Ég ætla bara að lesa Asma, Amal, Fathi og Sultan sem hafa fengið samþykkt dvalarleyfi á Íslandi á grundvelli fjölskyldusameiningu. Pabbi þeirra á Íslandi og þau eru þannig íslenska ríkið búin að viðurkenna að þau eru neyðarástand og þau búin að fá leyfi á Íslandi og svo hann að reyna að fá þeim hingað en það er náttúrulega búið að segja upp samningin og þau eru stödd norðurhluta Gaza þar sem hjá UNICEF þar en samninga aðalega sem að flytja fólk með lögrétt eiginlega með að búa á Íslandi, með dvalarleyfi á Íslandi stofnanir sem sá flutningi þeirra til Íslands. Það er búið að segja samningin upp þannig þau komast ekki en við erum samt búin að viðurkenna að þau eru neyð og hafa leyfi til þess að vera á Íslandi en segjum svo upp samningin til þess að flytja þeim. Þau eru bara föst á Gaza, norðurhluta Gaza, komast hvergi og faðurinn veit ekkert við hvernig á að tala, að búið að segja upp 3 samningum við Rauða krossins. Þannig þau eru ekki búið að segja upp kjölfar þess 13 starfsmönnum. Þannig þau eru ekki með starfsfólk til þess að geta svara faðurinn. Og það er engin svör það einhvern veginn hvað á að taka við. Þú veist, ég skrifa þessa grein, hún vakti enga athygli. Mína? Já, þína. En þú veist, þannig að ég átta mig oft ekki, ég veit ekki hvað og ég held að við eiginlega enginn fengi neinn svör það nákvæmlega hvað á að taka við í þessum efnum. Þú veist, í raun og veru bara verið að koma í veg fyrir fjölskyldusamningar þeirra sem að búa við verstu mögulegu stöðuna. Fólki sem á fjölskyldu á stríðshrjáðum svæðum. Já.
Þannig að, já. Og líka, þú veist, af því að það eins og Fíta var að segja, þetta fólk sem hefur rétt á að sameinast fjölskyldunum sinni en það bara verið að gera þennan svo miklu erfiðara og stundum ómögulegt en líka bara þau þurfa hugsanlega að leggja það í miklu meiri fjárútlát og koma sér í alls konar slæmar aðstæður til þess að láta það Einmitt takast. fara eftir ólöglegum leiðum. Hugsanlega. Og svo líka, það var annað, það var þessi samningur við þessa stofnun en það var líka verið það var ekki endurnýjaðir samningar við Rauða krossin varðandi fleira, varðandi félagslegan stuðning sem þau hafa verið að sýna vera með fyrir umsækjendur um alþjóðlega vernd og gistiskýlið í Borgartúni sem mér fannst agalegt að heyra. Af því að það er úrræði þar sem að sofa skilst mér 10 einstaklingar á hverri nóttu og þetta eru einstaklingar sem að komast hvergi annar staðar inn, komast ekki inn í gistiskýli Reykjavíkurborgar eða annarra sveitarfélaga. Og þetta fólk bara leiðin á göttuna þar sem að það svo útsett fyrir misneytingu, fyrir mansali þannig að við höfum á að gera þessu og finnst þetta eiginlega bara agalegt sko. Og að taka í burtu einhvern félagslegan stuðning til að hjálpa fólki bara að halda geðheilsu einhvern veginn á meðan að þessu ferli stendur. Viljumur, þinn flokkur hefur nú kannski, var og hafiði svona svolítið harðlínustefnu svona undir það síðasta og breytti meðal annars lögum fjölskyldusamningar og sem að reyndar verið að skerpa á og breyta aftur einhvern veginn núna en ekki til hins betra, það verið að herða enn frekar. Við sátum saman og fundi núna fyrir nokkrum dögum síðan í Háskóla Íslands sem var virkilega góður fundur og ég hugsaði með mér mikilvægt að hafa svona opið samtal oftar. Þannig að sérstakt hrós fá þeir sem stýra þessum fundi. Þú talaðir svolítið svona með öðrum hætti. Mér fannst svona ákveðin svona stefnubreytingi í því sem þú hafði fram að færa. Mér fannst þú bara frekar, mér finnst bara það sem þú sagðir frekar fínt. Hvernig horfir þetta við þér? Hvaðan kemur þessi stefnubreyting? Já, það nefnilega málið að það sem er kannski að gerast þarna að þú upplifir þetta sem stefnubreytingu að ég held að þarna hefði bara verið eitt fyrstu skiptunum sem að okkur sjálfstæðismönnum tókst að fá að koma því í gegn sem við höfum alltaf sagt sko. Stefnan okkar hefur alltaf verið mjög skýr í útlendingamálum en þetta sýnir bara hvernig umræðan hefur verið þennan stóra, flókna en mjög mikilvæga málaflokk að það hafi ekki alltaf verið allar staðreyndir upp á borðum og fólk stundum að tala í sikkur áttina og það sem var kjarninn í mínu máli þarna og hefur alltaf verið frá því að ég kom að því að ræða þessi mál innan flokksins og innan alþingis en líka bara eins og ég fór yfir að fundunum, mín aðkoma alveg frá því ég var lögreglumaður á Keflavíkurflugvelli og tóku móti hælisleitendum og hefur með þess að tekið þátt í að fylgja þeim aftur til síns heima og var svo í allsherjar- og menntamálanefndinni á þinginu í gegnum breytingar á útlendingalöggjöfinni og umræðu þessi mál að þá skiptir svo miklu máli að við erum að tala 2 mismunandi kerfi. Annars vegar atvinnu- og dvalarleyfiskerfið þannig að fólk bara kemur hér að eigin vilja og sækir dvalarleyfi eða atvinnuleyfi og þau uppfyllingu skilur og þá komast við gegnum þetta kerfi. Og svo það verndarkerfið sem að við höfum sem aðilar að sáttmála Sameinuðu þjóðanna alþjóðlega vernd þar sem við höfum búið til félagslegt kerfi sem að við viljum hjálpa fólki í neyð og þar viljum við að aðeins færi fólki í gegn sem að það þurfa að halda og hafi rétt þannig að þeir sem að vilja hafa og fá betra líf en kannski uppfyll ekki þau ströngu skilyrði sem í verndarkerfinu að þeir hafi þá aukin tækifæri til þess að koma gegnum hitt kerfið. Þetta hefur alltaf verið skýr stefna Sjálfstæðisflokksins. Við erum frjálslyndur flokkur í því leytinu til að við trúum á einstaklinginn og veruleika hans óháð uppruna og kyni og aldri og trúarskoðunum öllu saman og því hann velkomin í okkar samfélag en við erum mjög íhaldssum á okkar
íslensku kristilegu menningarlegu gildi sem náttúrulega bara kærleikurinn og manngæskan og allt þetta. Þau þurfi ekki að trúa á Krist eða verið þeirri trú, en það bara þau gildi sem okkar samfélag byggt upp á og við höfum gert okkar samfélag svona gott og þannig að það svona grunnurinn okkar samfélagssáttmála og við erum mjög íhaldsum í að halda í það. Nú, ætla ég bara að skjóta inn í að því að þú nefnir kristilegu gildi, ég meina þetta auðvitað bara, þetta allt sömu gildin innan allra trúarbragða, þetta allt sami guðinn. Ég veit það, ég að segja við byggðum okkur upp frá þessum og ég að segja að það þurfi ekki allir að trúa á því að vera í kristinni trú, ég segi bara svona okkar samfélag byggt upp, ég bara tala það og það þessi menningarlegu gildi sem ég að tala það sem við erum mjög íhaldsum og við getum alveg látið líka hluta hvort við köllum hann kristilu eða ekki, bara okkar menningarlegu gildi sem við erum mjög íhaldsum og viljum fylgja. En hver eru þessi gildi? Og þessir innviðir. En hver eru þessi gildi? Þau eru nú fyrst og fremst á mannréttindalega toga sem ég talaði áðan, þessi kærleikurinn og það að við höfum trú á einstaklingnum og þannig að við viljum bjóða alla þá velkomna sem að vilja standa hér á eigin fótum og fara eftir okkar gildum. Þannig að það eru svona þau grunnskilyrði, en svo bara vil ég benda á það að bæði kerfin eru svona einhvern veginn reglusett til þess að halda þessu í einhverju formi. Það er ekki hægt að hafa hvorugt kerfi algjörlega galopið. En við segjum bara því opnar sem hið almenna kerfi dvalarleyfis og atvinnuleyfis, því ætti þá að vera minna álag á verndarkerfið og þá ætti verndarkerfið að vera betur í það stakk búið að takast á við þá sem það raunverulega eiga heima. Og svo bara þeir sem að fá svo vernd og uppfylla skilyrðin þar, þeir geta farið inn í almenna kerfið. En það sem við erum svolítið... eins og staðan núna, þá almenna kerfið bara eiginlega ekki til fyrir fólk utan Schengen. Það eiginlega rosalega lítið svona sveigrúm til þess að koma hingað og sækja atvinnuleyfi. Fólk auðvitað alls konar, við erum átt okkur af því og við þurfum líka að taka á móti öryrkjum og fólki sem í mjög slæmu ásigkomulagi alls konar og andlega, líkamlega, allt þetta. Við bara berum okkur skildur gagnvart alþjóðasamfélaginu. Þær skildur eru settar inn í verndarkerfi, annarkvæmt uppfyllir skilyrðin þar eða ekki, en hinir koma svo í gegn. En það sem ég að reyna að koma eru þessar sérstöku aðstæður til dæmis sem voru teknar út úr lögunum og það verða þannig og það þetta sveigrúm fyrir þennan hóp sem kemur kannski úr ofsóknum þó að heimilandið sé ekki á skrá yfir hættuleg lönd útlendingastofnunar, þú veist, þau eru með lista þá fellur þessi manneskja einhvern veginn á millikerfa. Já, sko, það viss skrá það, hvort að það bara eitt að vera frá einhverju landi sé svona hættuleg, en við erum líka með í okkar verndarkerfi að eiga að líta á málefni hvers einstaklings og taka það þannig En það gert? En það ekki gert? Jú, lögin verða að vera, við verðum líka átt okkur því og við erum búin að breyta þessu töluvert og liðka fyrir sumstaðar og gera hlutina skýrari annar staðar. Það búið að vera gríðarlega miklu þverpólitískar breytingar á þessu kerfi alveg frá 2014. En þú myndist á verkalýðshreyfinguna í Já, og það í þessu almenna kerfi að því ég tel að sko 99% af fólkinu sem hefur komið og sótt hér alþjóðlega vernd sé bara gott og duglegt fólk sem vil koma hingað og eignast betra líf. Já. En stór partur af því og full stór partur eru efnahagsflóttamenn sem að komu inn í kerfið að því þeim var seld þessi hugmynd gott líf og þau hafa bara þessa leið að reyna á það hvort þau uppfylli skilyrðin alþjóðlega vernd eða ekki að því að þau eru utan EES eins og fólk frá Venesúela, bara mjög duglegt og gott fólk og ekkert fjarlægt okkar menningu og þannig að
þau að því bara fyrir eitt að vera frá þriðja ríki, sem sagt ekki innan EES-samningsins, þá geta ekki bara sótt hér atvinnuleyfi nema að vera með einhverja sérfræðiþekkingu eða að það sé búið að auglýsa starfið sem þau eru að fara að vinna í á evrópska efnahagsvæðinu. Og kannski þetta sérfræðingar, en þau eru bara ekki konum með vinnu samkvæmt þessari sérfræðing og þá komast þeir ekki inn. En af hverju, af því hún nefndir að verkalýðshreyfingin hefði staðið svolítið í vegi fyrir þessu. Og ég vil kannski gefa bara, fylgdustu með rauðborðun hérna fyrir? Já, ég gerði það. Já, ég hlustaði á viðtalið. Já, og var eitthvað svona, eitthvað í málflutningi vilja sem að svona stakk þig? Já, það raunir rosalega margt sem ég geti sagt, sko, en mér langar að byrja kannski að taka fram til að efnahagsflóttamenn eru bara fólk sem að leita sér að tækifærum í öðru landi og möguleika á að skapa sér betra líf. En ef við ræðum þetta atvinnuleyfakerfi, þá fór ég nú bara, af því að þegar þú bauðst mér í þáttinn, þá fór ég að skoða umsagnir Alþýðusambandsins aftur í tíman, alveg til 2002, sem sagt, alls konar breytingar á lögum atvinnuréttindi. Og það bara sama stefið þá og við segjum núna, við viljum bara geta passað og haft gætur á kjörum fólk sem að kemur hingað að vinna. Og fólk sem að frá löndum utan EES margt hvert, ekki allt. Við fáum líka forritara frá Kanada og Bandaríkjunum og svona, og við höfum minni áhyggjur af þeim á vinnumarkaði, en margt hvert frá löndum þar sem að laun eru miklu lægri en hér, kjörverri, og fólk kemur hingað, það þekkir síður réttindi sín heldur en aðrir, líklegra til þess að samþykkja lægri laun og jafnvel undir kjarasamningum og ólíklegra til að leita sér aðstoðar af því að þau eru hérna á grundvelli þessa leyfis. Þannig að okkar varnaglar varðandi breytingar sem á að gera á lögum atvinnurétt útlendinga hafa alltaf verið fyrst og fremst á þessu. Bara að við getum tryggt, að við getum haft eftirlit með kjörum þeirra, því að við viljum að fólk getur komið til Íslands að vinna og skapa sér gott líf fyrir sig og börnin sín. Við viljum að það getur fengið fjölskyldusameiningar, en við viljum ekki að það sé gert að þau lendi að þau séu hérna að vinna í slæmum störfum við slæm kjör og það myndist einhver mjög lagskiptur vinnumarkaður sem við sjáum alveg vísi á núna. Við viljum ekki festa það í sessi, þið vitið. Og það eru okkar varnaglar alltaf. Ég meina við sjáum þriðjungur félagsmanna Alþýðusambandsins eða aðildafélag Alþýðusambandsins fólk með erlent ríkisfang og auðvitað fæstir af því samt frá löndum utan EES, en þó 10% þeirra sem við hittum í okkar vinnustæðaeftirliti eru fólk utan EES, svo kallega þriðjuríkisborgarar. Og alvarlegustu málin sem að koma inn á okkar borð, og ég get bara nefnt eitt mjög opinbert mál, walk-on málið, það var það þriðjuríkisborgara sem eru hagnýttir með þessum hætti eins og við erum öll búin að heyrum. Þannig að það eru réttmætar ástæður fyrir því að við skilgreinum fólk á þessum leyfum sem berskjaldaða hópa, sem að þarf að hafa sérstakt eftirlit með að þeirra kjör sig í lagi. Þannig að það nú svona grundvallapunkturinn. Ég kannast ekki við að, allavega kemur það ekki fram í þessum umsögnum Alþýðusambandsins, að vera prinsipalt á móti því að fólk komi hérna að vinna frá þriðjuríkjum. Við þurfum hins vegar að hafa einhverja varnagla og við höfum til dæmis talað fyrir því og gerðum það núna á síðustu árum að leyfunum væri breytt þannig að fólk væri minna upp á atvinnurekandan komin og því var til dæmis breytt þannig að atvinnuleyfið ekki bundið lengur við tiltekinn atvinnurekanda heldur atvinnugreinina. Það gefur allt sem að valdeflir fólkið sem að hefur leyfið gott á okkar mati því að það eykur líkurnar á að þau gerir kröfur og þau leiti til stéttarfélagsins og framvegis. En ég bara tek fram að það allt þetta sem sagan nefnir að það á við að mjög stóran part af vinnumarkaðnum í dag og það eru margir berskjaldar þó að sé kannski fleiri frá þriðjuríkjum, en það á bara við mörg lönd Evrópu líka sem að fólk berskjaldar og við þurfum hvort sem að þessi opið fyrir fólk frá þriðjuríki ekki að koma að hafa þetta allt í lagi. Við viljum og atvinnulífið, verkalýðshreyfingin og stjórnvöld hafa verið að vinna saman að þessu með vinnustaða heimsóknunum og vinnustaða eftirlitinu. Við var nú kvartað yfir því að það hefði verið erfiðast að fá aðkomu að verkalýðshreyfingarna fylgja því eftir, en hvað það að við viljum ekki að fólk sem að kemur hingað og vinnur hjá okkur búið við slæm kjör
Ég held og því höfum við já. verið að gera það allt saman. Þannig að það sé einhver afsökun fyrir að halda girðingunum of háum finnst mér ekki vera bara, þetta er verkefni sem við þurfum að finna lausn á hvað sem fólk frá þriðjörgi gera að vinna Já, eða ekki. en nú, þú valdið var svona svolítið ykkar megin Já, í svolítið langa tíma. og það er það sem við höfum verið að gera. Við höfum verið að reyna að rýmka þetta jafnt og þétt og við höfum náð að koma þá rýmri kröfum fyrir þá með sérfræðiþekkinguna. Þannig höfum við náð að geta rýmkað og aukið tækifæri sérfræðinga og fólk frá þriðjuríkjum að koma. Við höfum verið að reyna að gera aðeins fyrir námsmenn líka og við höfum verið að lengja hvað námsmenn með að vera lengi, hvað auperar og fleiri með að vera lengi þannig að við höfum alltaf að reyna að rýmka þetta. En ég ætla samt alveg að taka fram að í þessu eins og öðru þá þurfum við samt alltaf að hafa einhverja reglusetningu. Þannig að það verði ekki of einsleitur hópur eða það verði þannig að við fáum bara fólk frá Venezuela en ekki frá einhverju öðru ríki sem fólk langar líka að koma að vinna hérna frá, þannig að það einhver hlutfallaskipti. Skiptir það máli samt? Já, byrju. Ég er bara að segja að það er kannski... Skiptir það máli? Fíta. En byrju, ég ætla kannski frekar að segja að það sé þá ekki bara kannski umskipti heilli atvinnugrein og annað slíkt, þannig að við þurfum líka að tryggja bara fjölbreytileikann og að við sem samfélag og þannig að við viðhöldum þróuninni, þannig að við getum fyllt þróuninni með þessum eftirlitskerfum. Heldur sagja að þetta sé ágefni að hér komi bara taki heil þjóð yfir eða einhver ákveðna vinnugrein? Ég hef ekki sérstakar ágjör á því sko, en mér langaði að segja af því að Vilhjálmur nefndi til dæmis au pair, þessi vistráðningarleyfi sem að voru rýmkuð núna nýlega. Á sama tíma þetta eru fólk, yfirleitt unga konur frá löndum utan EES sem koma að vera au pair á íslenskum heimilum og það hefur orðið mun algengara núna að það að koma í staðin fyrir áður komið að meira og minna frá Evrópulöndum, oft frá Þýskalandi og svona, en núna það mikið að koma frá Filippseyjum og það svona eitthvað trend sem við erum að sjá og þetta miklu meira vesen að fá au pair frá Filippseyjum heldur en frá Evrópu, þú þarfst að fara í gegnum miklu meira pappisvinnu og svo framvegis og dýrara en það er mjög mikil ásókn í þetta og það voru nú bara leyfi vegna svona vistráðninga voru yfir 100 2023 og þetta hefur bara farið mjög færst mjög í aukana og sama tíma og við erum að rýmka þá var Noregur að banna au pair frá löndum utan EES vegna þess að það komu upp misneytingamál trekk í trekk og vegna þess að þess að bara við getum ekki tryggt öryggi þeirra, þær eru inn á heimilum fólks, það er enginn sem getur raunverulega haft eftirlit með þeim og þær eru bara í þannig stöðu, þær mega ekki vinna á Íslandi, það er ekki litið á þetta sem vinnu, en við höfum séð hér á Íslandi mjög, heyrt bara mikið af frásögnum og sé með örgmerki það að þarna sé verið að ná sér í ódýrt vinnuafl inn á heimilið, í þrif, í barnagæslu, til að brúa bilið og svo framvegis. Og þessu höfum við áhyggjur af og þetta akkurat finnst mér vera svona dæmi sem að sýnir þessi sjónamið sem við erum að tala það er annars vegar að vilja að gera fólki kleift að koma að vinna á Íslandi sem að verkalýðshreyfingin ekki á móti, síður en svo. En ef við getum með einhver móti tryggt öryggið þeirra, hvers konar samfélagi eru við þá að búa til, og ég vil ekki búa í samfélagi þar sem við erum með þjónustustúlkur á heimilinu, þið veitir, það er ekki það sem við viljum, sem eru eiginlega án launa. Brúnar þjónustustúlkur á heimilinu. Já. Mér langaði svolítið að tala vegna þess að þú nefndir gildi og allt svoleiðis. Ég velti fyrir mér hvort að þessi gildi, þau birtast auðvitað í gegnum löggjöfun okkar, ekki satt. Þú veist, þannig að mér finnst bara, það sem mér finnst auðvitað skipta máli er að fólk sem kemur hingað, það fylgir íslensku reglum og íslensku lögum. En þá hefur ríki líka ákveðna skyldur gagnvart fólki að upplýsa þau, þú veist, vel það, bæði, þú veist, einhvern veginn hvaða gildi við höfum í hávegum, það er að segja til dæmis varðandi mannréttindi, kvenréttindi og annað slíkt. En svo líka bara hvaða lög gilda og þannig fyrir mér snýst þetta miklu frekar það að einhvern veginn að gefa fólki tækin til þess að geta þá gengið inn í þetta samfélag frekar heldur en að við séum einhvern veginn að horfa til þess að við viljum helst ekki fara fólk frá þessu ríki eða þú veist eitthvað svoleiðis að reyna að stýra því hvaðan fólk kemur. Ég held að það sé í raun og veru bara óraunhæft ef við ætlum að
rýmka það, þú veist, að fólk geti sótt dvalarleyfi og atvinnuleyfi og annað slíkt, þá stýrum við því auðvitað ekki hvaðan fólk kemur. Og það verður, þú veist, fólk mun koma frá ríkjum þar sem kannski litla atvinna hafa. Og annað slíkt, sko. En þá skiptir bara rosalega miklu máli að kerfin okkar séu undir það búin og geti þá, þú veist, að við getum hjálpa fólki að bara skilja Íslands samfélag til þess að geta svo tekið þátt í því. Já, ég ætla bara kannski taka undir með gildin að við gerum kröfur að fylgja lögin sem gilda á landinu en ekki gildin okkar, gildi sjálfstæðisflokkana, gildi framsögða, það mismunandi myndli einstaklinga okkar gildi. En svo segjum við að já, fylgja lögin en til dæmis segjum að ég væri ekki með íslenska ríkisborgararétt og ég keri bara brunanir alþingi núna og fæ sekt upp 200.000 kall, þá get ég ekki sótt ríkisborgararétt. Mér að segja, lögin ekki heldur, eru ekki svona jöfn á alla, ekki fyrir fólk sem koma frá þriðja ríki. Ég má ekki, ég passa mig á Reykjanesbrautina, ekki fara áfram, ég segi bara svona. En við erum ekki bara að fylgja okkar lög í landinu, heldur líka íþyngandi lög sem eru bara, já, fólk flotta fólk mega ekki vera mannleg, mega ekki gera of hratt, mega ekki gera hitt og þetta, þá hefur það áhrif á þeirra dvöl, þeirra framtíð barnanna þeirra. Við erum að ganga of langt með að láta þeim að fylgja lögin. Og svo einmitt þetta með eins og með inngildinguna og þetta tungumálið. Við tölum það á fundunum en það svo mikið atriði að gera fólki kleift og þar gæti vinnumarkaðurinn til dæmis bara bætt sér stórkostlega vegna þess að fólk þarf að læra íslensku og það þarf að læra íslensku á vinnutíma og það eitthvað svona ef það á að komast almennilega inn í íslensku, þetta flókið mál. Ég langar að bæta hér við að bara af reynslu að ég komast inn í íslenska samfélagi og menningin þegar ég byrja að tala máli. Það mjög mikilvægt og skildi alveg hvað að gerast í kringum mig og hvað tekið þátt í umræðuna, ákveð að gefa kost á mér á þingi, ekki af því ég af erlendu uppruna heldur að ég vil taka þátt í umræðuna nýsköpun, orkumálum, bara vera með í þessu og háð hvaðan ég kem. En svo nú ég, í vinnu og á þingi og svoleiðis, en ég teka mér að kenna íslensku fyrir fólk af erlendu uppruna kvöldið fyrir fólk sem eru ólæs. Það ekkert í boði fyrir þá. Ekki að vinna tíma og stór hluti á hópin sem kemur frá Venezuela til dæmis eru ólæs. Og það ekkert að benda þeim á appum eða gefa þeim hádegishlé til að hlusta á einhver fyrirlestur. Það að kenna þeim á arabísku, á móðurmáli sitt eða á spensku. Þannig þetta alveg aðgengi, það tók mig, en það back in the days, fyrir 29 árum síðan, tók mig 10 ára að klára menntaskóla, ekki af því ég eitthvað illa gefin. Mig líka. Já, það bara, ég gat ekki klára stúdentspróf fyrir ég var búin að taka íslensku uppi 400. Það bara engin undan þá ekki neitt og háskólanámi tók ég á ensku. Við erum að biðja útlendinga eða fólk sem að flytja hingað. Þeir ekki að flytja hingað af því þeim list vel á Íslandi eða gott viður en neitt þannig. Þau eru neyð, þeir að leita tækifærum og erum að segja, ok, komi hingað, nei, hérna lefi, en þú bara först norður hluti Gaza í smá tíma, þá til við erum búin að ákveða hvernig ætla að koma ykkur hingað, ok, þeir eru komið hingað, þeir verða að læra málið, hvar, hvernig, þeir verða bara að gera. Og fyrir hvaða peninga, því að námskeiðin eru dýr. Þó við viljum fá duglugt fólk. Við erum að gera þetta svo erfitt fyrir þá að gefa tilbaka til samfélags. Við erum að jaðarsetja fólk. Og það alveg rétt og ég líti ekkert á þetta að sé verið að setja peninga, það bara verið að fjárfesta í þessu. Það verið að fjárfesta því að fá að njóta hæfileika þessa fólks og við erum að fjárfesta því að þau fá að njóta okkar samfélags. Og það gríðilega... Eins hræðilegt og mér finnst fjárfesting fólki hljóma en ég læta líka milli hluta. Já, bara þegar þú ert að tala peninga þá verðum við að þola það til þess að upp á skilja ekki. Og við líka á endanum, þú veist, að því við erum að tala peninga og fólk sem að ég skil vel að setja fólk svona pínu, en það líka sparnaður í því fólkin. Að taka vel á móti fólki. Þú veist, við erum að koma í veg fyrir alls konar vandamál.
þú veist, sem að bara eru fyrirsjáanleg en hægt að koma upp fyrir. Já, bara það er bara félagsleg og heilsufarsleg og það er nefnilega óbúslega mikilvægt að hlúa vel að fólki. Mér langar rosalega að velta einu upp sko, verðandi atvinnuþátttöku fólks frá þriðaríki, af því að nú erum við nú þegar með hóp sem dvelur á Íslandi og dvelur löglega en má eiginlega ekki vinna, eða það eru mjög mikla girðingar settar og nú er ég að tala um umsækjendur alþjóðlega vernd sem er hópur sem er á landi hverju sinni og er að bíða eftir þessi fjallaði málið þeirra. Þau mega tæknilega sér vinna en það eru alveg gríðarlega háar girðingar að því. Þú þarft að flytja út úr húsnæðinu leið og þú fær vinnu, þú þarft að finna þig leiguhúsnæði, borga fram tryggingu, sjúkratryggingu og alls konar svona girðingar sem að ýta fólki út á svartan vinnumarkað. Af því að fólk vill vinna, þú veist, og það er engum greiði gerður með því held ég að halda fólki mánuðu saman einangruðu horfandi á vegginn sko. Þá erum við bara að skila og ég meina hluta af þessu fólki fær svo vernd og verða íbúar á Íslandi og aðrir fara eitthvað annað en þá erum við bara að skila fólki verr út sko. Þannig að ég velti fyrir mér það og mér langar að varpa spurningun til þín Vilhjálmur þú veist, myndi þið vilja að umsækjendur alþjóðlega vernd gætu unnið á Íslandi? Nei, sko, það er nefnilega þannig að kemur að kjarna málsins. Það sem við erum búin að ræða hér að ASÍ segir að við þurfum að fara varlega í fólk frá þriðja ríkja því það er í veikari stöðu og annars líka. Við erum búin að tala hér að við viljum ekki velja of mikið hvaðan fólki kemur. En ef við ætlum en ég vil bara benda það, allir sem að koma á hér og vinna gegnum alþjóðlega vernd eru þá frá þriðja ríki, ekki rétt? Jú, byrju, en ef fólki sem kemur gegnum verndarkerfi frá þriðja ríki og fær að vinna hérna, er það ekki þá sama áskoranir eins og nefniðu fólk sem kemur bara sjálfviljugt frá þriðja ríki. Þannig að það skiptir ekkert máli hvort að allar þessar hættur sem Saga fór svo vel hérna yfir áðan, þær eiga við hvort sem hún komir gegnum verndarkerfið eða gegnum og það er nefnilega út af þessu sem að ástæðan fyrir girðingunum í verndarkerfinu og það er erfitt að fá vinnu. Það er þess að draga úr hvatanum að koma gegnum rangt kerfi heldur viljum við stýra fólkinu yfir í rétt kerfi en það er ekki og vandamáli jú, það er til en það er bara ekki nógu opið. Það er ekki nógu aðgengilegt. Það snýst þessi kjarni og ef að almenna kerfi væri opnara eins og við höfum talað fyrir og að þá ertu að fá fjölbreyttur hóp þar, ekki bara þá sem að hafa trúaður komast í verndarkerfi en komast svo ekki. Þannig ég sko nú við starfa ég með flóttafólki. Ég er í stjórn Solaris og ég fór til Egyptalands í fyrra og svona greiddi götu einstaklinga til þess að með fjölskyldusameiningar til þess að koma yfir landamærin og frá Gaza úr þjóðarmorðinu og hinga til lands í gegnum IOM. Þannig að ég hef aldrei að þessum tíma sem ég hef verið í þessum málaflokki sem sjálfboðaliði hef ég ekki hitt þá mannesku sem að kom hingað til þess að misnota verndarkerfið. Ég hef hitt hundruð. En það tók ég það fram áðan að fólkið þetta er ekki svona non-issue. Nei, þetta er miklu meira kerfið og þeir sem að stýra fólkinu í kerfinu og þeir sem að búa til tækifærin fyrir fólkinu. En þá á bara verið eitthvað sem getur sagt herðu, það væri nú sniðuðara fyrir þig að sækjum í þessu kerfi. Já, en það er ekki þannig. Nei, sko, málið er það að þú getur ekki bent fólkinu að sækja með almannakerfinu sem við viljum fá það í gegn af því að það eru svo mikla girðingar að það eigi ekki séns þar. Og hverjum er það kenna? Stjórnvöldum og við höfum bara ekki verið í meiri hluta og það hefur það er nú reyndar þið eru búin að vera minni hluta í korter. Nei, sko þið var bara átt ykkur á því að þetta er bara flokknar þegar eru 8 flokkar á þingi og 3 í ríkisstjórn og við erum ekki meira hérna en eins og ég er búin að fara oft yfir við erum búin allar tillögur til þess að opna almannakerfið koma frá okkur og við hefum barist fyrir þeim í gegn bara svo það sé á hreinu og það sem hefur hjálpað flokkunum sem hafa verið með okkur í samstarfi og aðrir á þingi eru umsagnir verkalýðshreyfingarinnar sem að hefur hálfgert neitunarvaldi gegnum Vinnumálastofnun að þurfa að auglýsa fyrst á Evrópska efnahagssvæðinu áður en að verkalýðshreyfingin gefur leyfi fyrir Mér langar aðeins að leiðrétta þetta því að verkalýðshreyfingin eða stéttarfélögin gefa ekki út leyfin.
Það eitthvað sem heitir umsóknarréttur, það að segja umsóknin þarf að fara í gegnum stéttarfélag sem fer yfir ráðningarsamninginn til að athuga hvort allt sé í lagi. Það alltaf Vinnumálastofnun sem gefur út leyfið. Stéttarfélögin geta ekki gefið út atvinnuleyfi. Nei, en þau geta bent að herra það ekki búið að auglýsa þetta fyrst þarna og það þarf að fara ekki þetta kerfi og veist, þetta er orðið svo þungt að þú ert búin að fá annan starfsmenn á hann og kemst í gegnum þetta kerfi. Og það er bara þannig. Þannig að þetta virkar bara eins og neitunarvald. Og Ertu sammála þessu? Nei, ég er ekki sammála því, alls ekki. Umsóknarrétturinn notaður til að miðla okkur upplýsingum til umsækjandans, til að gera athugasemdir við ráðningarsamninga ef hann í ólægi og svo framvegis og til að koma upplýsingum til Vinnumálastofnunar. Það hins vegar að Vinnumálastofnun getur samþykkt umsókn þó að umsókn stéttarfélagsins sé neikvæð og svo framvegis. Sko. Það er stjórnvaldi sem að bera ábyrgð á því að gefa út leyfið. Og þetta kerfi er búið að vera búið til bæði gegnum kjarasamninga og gegnum umsagnir á lagafrumvarp og allt og þetta er niðurstaðan sem að fékkst úr þessum samráðu þessu og er búið að vera lengi til umræðu og í þróun og við erum ennþá stödd á þessum stað og þannig að fyrir vikið er þá miklu meiri hvati til þess að fara í gegnum verndarkerfið, það er eini möguleikiðinn og þess vegna leitar þangað. Það eru rosalega fáir sem komi í gegnum verndarkerfið. Við skulum bara, leggja það spilin hérna bara. Það er mjög fáir sem komast í gegnum verndarkerfið. Það eru bara mjög fáir sem sækja hér alþjóðlega vernd. Þetta er ekki, þetta eru örfáar hæðir. 1000 manns á ári. Jú, þetta eru 1000 manns. Þú veist, Venezuela, Úkraínu, þú veist, þar eru við með... Já, en við skulum líka hafa á hreinu. Við erum í þessu EES samstarfi og þegar það verður til að þá jafnframt hækka girðingar gagnvart fólki utan EES. Það er að segja þriðjaríkisborgurum. Þannig gerist þetta. Á sama tíma erum við á margra milljón manna vinnumarkaði sem að geta komið hingað að vinna ef þau vilja. Og hefur ekki skapað vandamál. Og hefur ekki skapað vandamál, en það voru vissulega áhyggjur af því þegar EES stækkaði og það var ekki bara í verkalýðshreyfingunni. Ég held að það hefur allir áhyggjur af því að vinnumarkaðurinn væri bara ekki tilbúin til að takast á þetta og það má færa rök fyrir því að við höfum ekki verið tilbúin og við erum ennþá að glíma við ýmislegt og þó að margt hafi verið gert eins og lögum starfsmannalegur og ýmislegt svona girðingar settar en það hefði alveg verið hægt að undirbúa það betur. Lögum gæðaábyrgð og fleira. Já, en við erum í þessu á þessum evrópska vinnumarkaði og leið voru girðingar hækkaðar út af við og það er þetta ekkert yfir gagnrýni hafið, þetta kerfi, þetta er þetta ekkert alveg lógist kerfi að halda fátækari ríkjum utan við evrópska vinnumarkaða. Og eins og Vilhjálmur nefndi, það voru áhyggjur af eins og stækkun, eins og með Rúmeníu og svo framvegis, það voru áhyggjur að hér myndi bara allt fyllast af fólki. Kynur ljósa, það vilja ekkert rosalega margir búið. Nei, ég held að það sé nefnilega, við erum ekki alveg nafli að við verðum stælta, er það þeim íslensku gildi? Akkurat. Við erum harðgerð, við erum harðgerð, en mér langar líka að koma inn á að það eru því miður sem að fylgir þessu brotum allan heim er skipulag glæpastarfsemi. Þannig að... Mér finnst við ekki geta talað þetta í sömu andrunni. Ég þú veist, flóttafólk og skipulag brotastarfsemi. Við verðum samt að tala fólki viðkvæmur í stöðu. Já, en tölum þá frekar félagslega undirboð sem er náttúrulega það sem að þaðan spretta áhyggjur verkalýðshreyfingarinnar að það veri svindlað á fólki og að launastigið lækki fyrir alla. Já, og er þetta ekki það sem við erum búin að ræða hér, að við erum búin að reyna að gera allt í sameiningu, allskyns löggjöf, allskyns eftirlit og annað til þess að koma í veg fyrir það. Við erum öll sammála það. Það er engin ágreiningur það. En mér finnst við megum samt ekki bara að horfa fram hjá alvarleika málsins. Hér erum við með fólki mjög viðkvæmur stöðu sem er að koma hinga og leita sér að betra lífi. Og ef það er skipulag glæpastarfsemi sem er að benda þeim á þessa leið, er að selja þeim farmiðan hinga sem er bara staðreyndin. Þetta er bara, við getum ekki hort fram hjá því. Þú segir staðreyndin, en því að nú veit ég ekki í hvaða dæmi þú ert að vísa. En þannig að ég endilega... Ég er náttúrulega bara að vísa í áratugar reynslu mína inn í þessu kerfi, gegnum lögreglu og annað slíkt, að það er fólk sem að... Það er til fólk sem misnota kerfi. Það er bara... Já, nei, ég er bara að segja að það sé mjög stór partur af því, er að segja... Herru, við getum komið hér í betra samfélag. Þú bara borgar okkur fyrir það og þú kemur og sækjur vernd og þú bara gerir það svona. Já, svona sem að gera sig á millilið. Já, og svo ef þú fær vendina, þá ertu að borga toll eftir að færa vendina. Þú losnar ekki út úr tollinu nema að útvega 3-4 viðbót eða alltaf 5.
og hæsta talan sem ég hef heyrt. En ef þú færð ekki vendina, þá ertu búin að tapa peningunum og situr uppi aðstoðalaus og það mörg dæmi það að sveitastjórarnir sem að Vinnumálastofnun hefur útvegað þessum umsækjendum húsnæði í að fá reglulega fólkið sem kemur hérna og spyr hver vinnan sín sem þeim hafi verið lofað. Hver vinnan mín? Við vildum koma hingað til þess að vinna og mér var sagt það því ég keypti ferðina hingað og hver þessi vinna? Og svo fær fólk ekki vendina og það situr hér upp í marga mánuði. Já, en þetta samt einhvern veginn... Þetta bara rosalega stór partur af þessu kerfi. Mér finnst við bara einhvern veginn ekki vera að tala svolítið epli og appelsínu. Nei, alls ekki. Af því það út af þessu sem að girðingarnar í verndarkerfinu þurfa að vera skýrar og að til þess að skipulega glæpastarfsemi sé ekki að misnota þetta. En það ekkert í verndarkerfinu sem að kemur í veg fyrir það að einhver manneskja misnoti aðra í heimilandi sínu. Jú, það er nefnilega algjörð þannig. Þannig að því skýrar sem þetta og því hraðar sem við vinnum úr þeim umsóknum og annars slíkt og það sýnum við fordæmi og því sögðu að það væri ekkert mjög margir umsækjendur hér. Af hverju hafa aldrei verið margir umsækjendur hér? Já, því við erum Eyja og Ballarhafi. Nei, það nefnilega ekki út af því. Það út af því að við lögreglan hefur alltaf séð trendin. Herru, það koma svona margir frá þessu landi núna. Það tekið afgreitt hratt og þeim vísa tilbaka og þá sjá þeir sem eru að selja þessar ferðir, skipulega glæpastarfsemi, að þetta gengur ekki og þá kemur frá einhverju öðru landi og enginn frá landinu. Þannig að sýna festu í þessu og skýra reglur og að sé eftir þeim farið og þá erum við ekki að opna þetta tækifæri. Nei, en mér finnst samt líka... Svo bara þeir sem að uppfylla skilurinn, þeir geta að koma og þeir fara í gegn. Þú veist, en mér finnst algjörlega þess virði að reyna að vernda fólk fyrir því að þau séu misnotuð á þennan hátt. Þú veist, ég ekki alveg vissum að, þú veist, leiðirna sem að þér finnst við að fara séu rétta leiðin til þess. Þú veist, hvernig bera landamæraverðir eða hvernig ber útlendingastofnun kennsla á það, þú veist, að það sé verið að misnota fólk vegna þess að yfirleitt, eða ég allavega með því það sem að ég heyri innan kerfinu á þess að vera nokkur sérfræðingur, að fólk upplifir bara að því eiginlega gert að vera glæpamaður þangað til úr sínu fram á eitthvað annað. Þú veist, þetta nánast þannig, þú veist, þetta byggir á vantrausti og maður velti fyrir sér hvort að þetta sé endilega nálgunin sem að fara að hjálpa fólki. Já, ég bara byggi það á, eins og ég segi, áratuga reynslu. Þið sjáu bara gögnin. Það kemur margar umsóknir frá einu landi þetta árið. Lögreglan sér hvað í gangi, stoppar það, vísar undir landi og það ekki reynt að koma með fólk frá þessu. En við þurfum líka átt okkur á því að flóttafólk talar sér saman, sko. Ef ég má aðeins, ég hef ekki séð það. Sumir koma líka þannig. Já, en ég hef unnið mikið með flóttamönnum og unnið með lögregluna á Suðurnesjum og ég hef ekki séð svona dæmi. Ég veit ekki hvort þessi reynsla bara back in the days. Það ekki þannig í dag. Það mikið svona skipulagða glæpastarfsemi en ekki í þessu, ekki að flytja fólk og taka hluti af launið þeirra þegar að fá vernd og ég hef ekki séð þetta dæmi að gerast, heldur bara þessar smiklarar sem þau eru að borga fyrir bátinn og svo að koma til Íslands en ekki heldur áfram, en það mörg dæmi þegar fólk að fá dvalarleyfi og atvinnuleyfi hérna á Íslandi, ekki tengt flóttamönnum sem þú veist, eins og Ogon og svo leiðis, það mörg dæmi það en ekki einasta dæmi sem ekki flóttamannakerfinu. Það til dómsmál það en vísu þegar að lögreglan og Suðurnesjum sem hefur ætlað að fara með þetta dóm, þá hefur sá sem að hefur stýrt þessu flúðuland og þannig að máli kannski ekki gengi allar leið en það til alveg rannsóknir. Já, en þetta, þú veist, þetta sko svolítið það sem þú ert að boða, finnst mér vera þetta. Ég ekki að boða neitt, ég bara upplýsa. Já, að við séum svona að refsa einhverju mengi fólks í mikilli neyð vegna þess að það svo auðvelt að misnota það og í gegnum þriðja aðila sem ekki svona í Íslandi. Ég að segja að lögin og framkvæmdin þarf að vera skýr svo að við setjum ekki fólki í þessa stöðu. Þannig að en þeir sem eiga rétt á vendinni og uppfylla skilyrinn, þeir fara í gegn.
Það bara þannig og það fær fullt af fólki vendi hérna í gegnum vendakerfi sko. Það nefnilega fá ekkert rosalega margir vendi það. Jú, en ég tek alveg undir það þau eru sendt tilbaka og þeir sem ég fór með Já, þau eru sendt tilbaka, einmitt, Dyflin er náttúrulega bara stórkostlega misnotuð að ekki bara mínu mati heldur hefa Sameinuðu þjóðirnar hreinlega hérna ámynd Ísland fyrir að ég vil ekki taka þátt í það að flækja fólki viðkvæmari stöðu í skipulag brotasamstarfi. Ég vil ekki að löggjöfin okkar sé það að hún geri það. Ég tek alveg undir það að mikið af flóttafólki tala saman og ef það fréttir að það eigi séns þarna þá kemur það sjálfurlugt. Þetta blandað þessum hópum og svo hópurinn sem bara sannilega neyð og kemur hingað og þau fara alveg í gegn en það heldur ekki skrítið og líka meðal annars og sérstaklega út af Dyflinnarreglugerðinni að það sé ekkert margir sem fari hér í gegn að því að við eigum svo það svo rosalega fá landamæri hjá okkur sem eru ytri landamæri Schengen. Fólk þarf alveg virkilega að hafa fyrir því að komast hingað. Og það þannig sem Dyflin misnotuð af því að þú þarft að millilenda einhvers staðar í leiðinni og yfirleitt þú kemst ekki í gegnum flugvelli, í gegnum lönd án þess að sækja eða skrá þig með einhverjum hætti og fólk náttúrulega bara, það bara misjafnlega vel að sér í þessum málum, það kemur kannski með fullt af börnum í eftirdrægi eða kemur eitt og hrætt og það lendir í einhverju landi sem flóttamaður, Evrópulandi, það kemst til Evrópu, þá þarf það til þess að komast út úr landinu eftir, þá þarf það að sækja einhvers konar vernd og það þetta sem að við græðum óbúslega mikið á og notum og ofnýtum Dyflin fyrir. Já, en kannski það ekkert en það ekkert víst að fólk sem flúið og komið innan Schengen endilega vilja og að hagsmunir sé endilega best borgið á Íslandi. En þau langar við hingað. Þau vilja kannski vera nær sínu lofslagi og sinni menningu og sínu tungumálum. Ef þau eru á leiðin hingað, þau eru komin hingað og þau eru sannarlega viðurkennd stimpil, flóttamaður, samþykkt frá öðru Evrópulandi, þá engin leið fyrir þau að koma hingað af því að þau fá ekki eins og efnismeðferð. Þeim bara skellt. Og eins og þá eru þau búin að fá efnismeðferð í öðru landi. Sko. Og eins og við þetta vitum að þá eru aðstæður flóttafólks í hinum ýmsu ríkjum Evrópu bara mjög slæmar og misjafnar og mér finnst þetta líka sko að því að nú ég líka úr hinsegin hreyfingunni, þú veist, við sjáum hinsegin fólk sem að kemur svona í gegn og þú veist, og fast í flóttamannabúðum þar sem það verður fyrir ofbeldi, þú veist, það kemur til Íslands og sendt aftur. Þú veist, þetta fólk býr oft við mjög ótryggar aðstæður í þeim ríkjum þar sem þau hafa fengið efnislega meðferð eða stimpil eða hvað nú Og þá veltir maður líka fyrir sér, bara til hvers erum við að taka þátt í þessu samstarfi ef ekki til þess að reyna að hjálpa fólki. Þú veist, mér finnst við einhvern veginn svona, þú veist, að því við fókusum svo mikið á það hvernig við ætlum að takmarka þetta og hvernig við ætlum að koma í veg fyrir eitthvað svona overwhelm á kerfinu okkar eitthvað svona, þá finnst mér stundum bara að missa sjónar á því, sko, til hvers erum við að taka þátt í þessu, af hverju finnst okkur að skipta máli, það ekki til þess að reyna að koma fólki neyð til aðstoðar, þú veist, og ég get alveg skilið þín sjónarmið eins og með þetta að við viljum ekki að fólk sé misnotað og það sé að sé einhverjir að nýta sér neyð þeirra og svo framvegis, við getum alveg að vera sammála um það og ég er líka sammálaður með það að við eigum að opna fyrir að fleira fólk geti unnið og komið í gegnum það kerfi en við erum sannarlega eins og Marja sagði þú veist, þá erum við með flóttafólk sem að kemur svo til Íslands og svo bara sendt aftur í flóttamannabúðir. Já. Ég get sett frá mjög erfiðu máli sem að ég vakti í alla nótt yfir. Mæðgur frá Sómalíu, hann kom lögmaðurinn þeirra að Rauðaborðinu gær, greiddi frá þeirra máli, hann fekk það bara upp í hendurna fyrir ofboðslega stuttu síðan. Það var þá úlingstúlka sem að nemi í Flensborg sem að hefur samband við hann. Las hann í fjölmiðlum og sagði bara hjálp þá að senda mig og mömmu til Kýpur og það ekkert þar og ég meni þetta er alveg svona það er svona leyerar svo ég sletta þess bara af
bara erfileikum og bara svona flækjustegum í þeirra máli. Það hægt að lesa það á samstöðum.is, allt þeirra mál. Það þannig að faðir sem ekki lengur í myndinni, hann hugsanlega dáinn, hann var sendur sko héðan og í land þar sem að hann hafði engin réttindi. Þetta einmitt eins og ég segi. Þannig að þú veist, þetta sko við sem erum kannski svolítið vakin og sofin yfir mannlegu hliðina á þessu, við fyrir okkur eru sko, þú veist, þessar girðingar sem að við upplifum á skinni, okkar eigin skinni í gegnum fólki sem við erum að hjálpa, þær skipta kannski minna máli. Það sem að skiptir kannski mestu máli bara mannlega hliðin. Að við getum tekið hérna, þú veist, þetta eru 1000 umsóknir og við ættum að sko, hafa fulla burði til þess að fara yfir og opna, veita hverjum einasta einstaklingi, bara 1000 efnismeðferðir. Þetta ekkert gríðalegt magn. Já, byrju, þá vil ég spyrja ykkur á móti, hvað að hafa fulla burði? Það að hafa tilbúna húsnæði, félagsþjónustu, sálfræðinga, heilbrigðisþjónustu fyrir þess að 1000 og svo 1000 og 1000. Það náttúrulega breytist þegar fólk fara að vinna, að það vantar sálfræðinga. Hvernig þjónustu þarf fólk? Hvernig taka móti fólki á flótta? Hvað að hafa fulla burði? Hvað geta innslískir innviðir tekið á móti fólki? Við erum með mjög gott kerfi, eins og staðan núna, allavega sé ég það virka mjög vel inn í Garðabæ. Þar sem við erum með samræmda móttöku flóttafólks, þannig að fólk sem fær stöðu flóttamanns kemur inn í það kerfi. Það bara ansi gott. Sveitarfélögin að fá greitt náttúrulega frá ríkinu með hverjum flóttamanni í 2 ár og þar, þú veist, þar kemur inn félagsþjónustan, þar kemur inn aðstoð með húsnæðismál, þar kemur inn aðstoð í skólunum og við allavega erum að sjá bara mikinn árangur af þessu og þeirri vinnu sem unnin hjá okkur í Garðabæ. Já, og hvað getur þið tekið mötu morgun? Hvað verður þetta kerfi gott? Við erum með samræmda móttöku fyrir 100 og ég held að séu 140 manns, eitthvað svoleiðis. Sem að við erum að taka á móti. Það gerist aldrei. En það myndi ábyggla bara ganga vel líka. Ef við fengjum, við þurftum náttúrulega ef samfélagi stækkar, þá stækkar maður samfélagi. Það bara svolítið þannig. Já, og þú veist, og þetta og við þetta sveitafélögin hafa verið hvött til þess að koma inn í þennan samning og það hafa ekkert öll sveitafélög gert það, en þessu hefur, þú veist, við tökum í raun og veru bara móti þeim sem við getum tekið á móti, þar að segja, sem að húsnæði til fyrir. Og þess vegna lækkuðu við samningin úr held í 180, 140, eitthvað svoleið, sko. Vegna sem við áttum okkur á því, sko, að ríki kemur og segir, herru, við erum hérna með flóttafólk og við áttum okkur á því að við ættum ekki til húsnæði til þess að bjóða fólki. Við erum bara með ár hér sem var 5-6.000 Já, ég veit, en þarna vorum við líka að díla við neyðarástand út af Úkraínu og við vorum að díla við ástand sjálfs, hvað ég var að segja, sem í raun og veru sjálfstæðisflokkurinn býr til með því að opna á sérstaka vernd fyrir fólk frá Venezuela sem að mér fannst frábært og það fólk auðvitað flest allt bara í vinnu, allt það fólk sem kom og gengur vel og svo framvegis. En stór hluti þeirra var sendur tilbaka, sko. Já, fyrir utan það. Og sko, einmitt, ég geti talað endalaust um það líka. En ég það bara Venezuela 1 land, 2500 umsækjendur á ári, bara búm, búm, búm. Já, og það var, þú veist. Já, bara gangi okkur vel. Þetta glas óslega gott, ég taka mútið 33 millilítrum en mútið 1000 millilítrum. En það var tekið, við erum stórland. En eins og staðan núna, þá erum við með þetta hæliskerfi sem við höfum, þetta það bil 1000 umsækjendur á ári. Þú veist, það bara staðan eins og hún Við erum ekki, ég veit ekki til þess allan á stjórnum þetta að opna eitthvað sérstakt fyrir ykkur önnur lönd núna. Þú veist, þessi stöðu já, til dæmis en það svo mörg lönd sem ættum að opna fyrir hvað það komið 10.000 mann? Ég meina þó að kemur, ok, segjum það kemur hérna 10.000 manns sem að myndi bara sækja í gegnum þá þyrftum við að stækka samfélagi, við þurfum átt okkur á því að við erum bara að gera jörðina óbyggilega hér á ansi mörgum svæðum með sko hernaðar hvernig ætlar að stækka samfélagi svo við náum að halda og hlúa að þessu fólki, ekki að tala fólki viðkvæmur í stöðu eða? Jú, við viljum gera hvernig ætlum að hlúa því? Sko, hvernig tekst okkur að hlúa okkar viðkvæma fólki? Það hlúir líka að sér sjálfu það fær sko inngildingu og tækifæri til sko? Jú, en við erum öll bara eitt en þurfum við ekki bara að sníða okkur stakk eftir vexti
og gera eins vel og við getum og tekja á móti eins mörgum og höfum burði til og fara eftir skýrum reglum. Ég sé að það brennur eitthvað rétt áður en að ég slepp ykkur heim. Það var bara spurt sko að náttúrulega flottamannamóttök og allt sem sveitarfélögin að gera mjög flott, en mér finnst allavega hvernig ég sé það, við erum að hætta þessi hræslu og búa til áróðu, taka vel á móti fólk. Þið eru ekkert að fara að breyta okkar gildum, okkar trúabröð og okkar samfélag. Mest áhætta frá þeim bara fleiri falafelbúðir og shawarmabúðir sem verða til staðar. Það er eina breytinga sem mun verða. Það er allavega eina breytinga sem ég hef helstar á að gera að vera bara aukin rasismi og hægri öfgahyggja á Íslandi og hryðjuverka. Sama á ríkislögreglustjóri segir. Þannig fólk, þetta bara auðlind fyrir samfélagi. Ég horfi á það þannig. Við þurfum að taka vel á móti þeim, ég veit bara það sem kerfi lifur og með svona tali ekki að fólk finnist þau tilheyra, þá erum við ekkert að fara nánin og árangri. Eina sem þetta fólk þarf, og ég tala bara fyrir þeirra hönd, að finnast að við tilheyrum, við erum ekki einhver ögn á samfélagi, við erum engin áhætta, við erum bara samfélagi líka. Ekki þetta fólk og hitt fólk tilheyra. Fá bara tækifæri til að blómstra. Ég veit að kostnaður samt, ég veit að tekur tíma og kenna tungumáli og komast inn í samfélaginu, en með svona viðhorf og áráðu að þau eru að koma hingað, breyta okkur og þetta verður bara eitthvað eins og í Norðurlöndum og hitt og þetta. Það fær mér til að hugsa, verð ég nokkuð tími hluti af þessu samfélagi? Vil ég gefa tilbaka? Og það er sláandi að heyra þetta, Vili. Ég meina, þú þekkir Fítu, þið vinnið saman. Ég var aldrei að segja þetta. Og hugsaði þér bara, þú veist, bara svo við förum í það þessum mannlegu nótundan, að Fítu þurfa að líða þannig í íslensku samfélagi vegna þess, og hún að segja þér hérna nákvæmlega bara, svona þetta. Hér er ég manneskja frá þriðja. Við skulum bara hafa þetta, við skulum á alveg hreinu að ég var aldrei að tala um þetta sem hún að tala hér. Eina sem ég bara spyr, við erum alveg sammála um það að þetta er tækifæri og þetta mannlega og við þurfum að hlúa vel á fólkinu, það var það sem ég spurði. Og það sem spurningi mín sem startaði sem er af þessu, hvað ráðu við að hlúa mörgum í einu? Og við Fíta þekkjum það nú úr okkar góða samfélagi í Reykjanesbæ, eins og ég fór nú yfir á fundinum, að það hefur ekkert samfélag tekið á móti jafnmörgum innflytjendum eins og Reykjanesbær. Og það hefur enginn gert það eins vel og Reykjanesbær, ég bara fullyri það. Og í Myllubakkaskóla fyrir 10 árum síðan voru að mig minni 60 eitthvað þjóðerni og 45 tungumál og það gekk bara vel. Æðislegt. Og ég hef aldrei séð annað heldur en það að sveitarfélagið Reykjanesbær sé mjög fjölmenningarlegt samfélagi með mjög mikið umburðarlyndi. En á þeim tíma sem að fjölgunin var gríðarlega mikil, þá fór rasismin, hræðslan og andstaðan að koma. Þess vegna er ég bara að segja það, við skulum gera þetta vel, en ef við ætlum okkur að of mikið og taka á móti of mörgum án þess að vita fyrirfram hvernig við ætlum að gera það og við ráðum við það, þá fyrir við að búið til rasisma og átök og hræðslu og það er ekki til að hjálpa okkur í markmiðum. Og stjórnmálafólk auðvitað líka verður að grauta ekki saman skipulegum glæpastarf. Og það þarf mótvægi við þessum rasisma og við hatursorðræði og þú veist, ég meina það kom fram, það var plan sem var lagt fram á síðasta þingi sem var drepið, sem að ég held að, það var ekkert fullkomið, en það þarf samt, það þarf markvissar mótvægisaðgerðir við rasisma, að auka menningarlæsi fólks, að búa til staði þar sem fólk getur komið og tala saman, þar sem fólk getur kynst, þessi hlutir. Samfélög, lítil samfélög. Og þetta er allt eitthvað, og allt kostar þetta tíma og vinnu og peninga, en allt skilur þetta sér. Já, en þarna er bara umræðan sem skiptir máli og það á ekki bara að treysta það að stjórnvöld setji pening og komi lausnir til þess að kenna öllum íslensku eða hjálpa fólki. En til þessu eru þau? Nei, byrju. Er það ekki? Ég er ekki að segja að eigi ekki að gera það. Já, nei, okay. Ég er að segja að við getum bara ekki treyst á það. Við sem samfélag þurfum að taka upplýsta umræðu og fara saman í þetta og tala tækifærin í því að því að ef að atvinnulífið fer ekki á fulla ferð í þetta, ef að
félagasamtök kom ekki fulla ferð með okkur í þetta, ef við ætlum bara síða og býða eftir að ríki reddi þessu og þá gerist ekki neitt. Við þurfum að gera þetta sem samfélag. Þannig að no borders eru, til dæmis Solaris, þetta eru samtök sem við þurfum bara öll en kannski, við þurfum öll að sjá tækifærin og sameinast í að gera þetta. Ég held að við séum bara öll sammála hérna, hér er þverpólitísk sátt akkurat það. Þakka ykkur kærlega fyrir að koma og ræða þetta. Ég verði endilega bara að fá ykkur öll aftur að borði því að við höfum svo margt að fara yfir einhvern veginn og það var virkilega gaman að fá okkur. Dokið við því að það er meira hér handan við hlé. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is